Þá orðið laust tillögur B-nefndar, það Vilhjálmur Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, formaður og góður ráðsfulltrúar, ég get ekki vikist undan þeirri hefð að tala hérna númer 2. Hérna, við langar aðeins bara rétt að fara yfir þetta, gera grein fyrir nokkrum atriðum. Við, eins og menn kannski muna, þá kynntum við upphaflega frá nefnd B tillögu stjórnarmyndun sem var svona nokkuð innvikluð og gerir ráð fyrir alltaf fjórum umferðum til að kjósa forsætisráðherra í þinginu. Nú, það þótti svona svolítið vera í flóknari kantinum og við kynntum þá breytingu og einföldum þessa grein aftur en samt alltaf með það í huga að við myndum útfæra þessa kosningu forsætisráðherra með nákvæmari hætti og það gerum við núna. Og það sem þarna að ræða að það eru þá alltaf því 2 umferðir sem fara fram í þinginu til að reyna að ná meirihlutastuðningi við forsætisráðherra. Ef það tekst ekki í 2 umferðum að þá fer fram 3. umferðin sem þannig að það einfallega sá sem flest atkvæði hlýtur í kosningunni sem verður forsætisráðherra og þá ekki áskilið að það þurfi að vera meirihluti atkvæða, heldur einfallega sá sem að flest atkvæði hlýtur. Og í þessu vil ég líka gera grein fyrir því að orðalagið þannig að sko verði þessi seinni tillaga þingforseta meirihluta ekki samþykkt, fer fram kosning í þinginu milli þeirra sem fram eru boðnir. Og það orðalag þýðir að þetta þurfi ekki að vera þingmenn sem eru fram boðnir. Þetta geta verið utanþingsmenn þar sem það geta verið tillögur utanþings forsætisráðherra. En slík tillaga þarf að vera samt borin fram af einhverjum þingmanni. Þannig að menn átti sig á því, það gert ráð fyrir þeim möguleika að það geti orðið utanþings forsætisráðherra og að sjálfsögðu geta ráðherrar einnig verið utanþings. En þarna kæmi þá allavega inn stjórn sem að væri kjörin þó að væri með minnihluta á Alþingi og ég vek samt athygli á því að ef það mynda síðan meirihluta á Alþingi þá einfaldlega samþykkja menn vantraust á þennan forsætisráðherra og það þá svona jákvætt vantraust eða konstruktíft þar sem við tilnefna nýjan forsætisráðherra í staðinn og hann tæki þá við. Þannig leið og meirihluti myndast í stað þess að minnihluta ráðherra þá verði hann settur af eða skipt hann. Og sömuleiðis nefni ég það að ef það einhvers konar kaos í gangi í þinginu þá getur þingi farið fram á þingrof. Meirihluti þings getur alltaf óskað eftir þingrof og nýjum kosningum, samkvæmt okkar tillögum. Og þetta að finnskri og að hluta þýskri fyrirmynd, þetta fyrirkomulag. Og í Þýskalandi hefur það til dæmis aldrei gerst að það hafi komið til þessara 3. umferðar. Menn leysa málið alltaf áður en að til þess kemur. Það allavega hefur verið sagan þar. Síðan vekja athygli á því að við erum að koma með breytingatillögum og ráðherrar skuli ekki vera fleiri en 10 og það þá líka til þess fallið að hámarka fjölda atkvæða í ríkisstjórninni sem fjölskipuðu stjórnvaldi því að við erum með það núna í okkar tillögum að mikilvæg og stefnumarkandi málefni getur ríkisstjórnin tekið ákvörðun sem fjölskipa stjórnvald og það eru þá þessir ráðherrar sem geta mest verið 10 sem taka þátt í þeirri ákvörðun þegar hann að ræða. Og svo held ég að annað skýri sig nú að miklu leyti sjálft en ég vil samt segja númer 12 meðferð þingmála. Við erum sem sagt að hugsa meðferð þingmála þannig að þau þingmál sem koma, hvort sem frá alþingismönnum eða frá ríkisstjórn, frumvarpsdrög frá ríkisstjórn, ganga fyrst til nefndar í þinginu. Þar eru þau tekin fyrir og rædd með aðkomu bæði stjórnar og stjórnarandstöðu eftir þeim reglum sem það gilda. Og síðan koma þau út úr nefnd og það þá annaðhvort formaður nefndar eða annar talsmaður þingnefndar sem að talar fyrir viðkomandi frumvarpi geri upphaflegur flutningsmaður það ekki sjálfur, þingmaðurinn. En þarna þá líka komin sá farvegur að við erum ekki að gera ráð fyrir því eins og menn vita að ráðherra flytji mál á þinginu. Heldur gengur mál frá ríkisstjórninni inn í þingnefnd og það þingnefndarformaður sem talar fyrir því. Og þetta ákveðin bæði formleg og efnisleg leið til að aðskilja löggjafavald og framkvæmdavald. Nú við, bæði í Svíþjóð og Finnlandi til dæmis, þá eru frumvörp síðan rædd við 2 umræður eftir að þau hafa verið afgreidd út úr nefnd.
En á Íslandi hefur það tíðkast að hafa þessa fyrstu umræðu þar sem að mælt fyrir máli og það fer síðan til þingnefndar. Það hefur stundu gerst hér að menn hafa lagst í umræðu, í fyrstu umræðu mál og það eru dæmi það að fyrstu umræða hefur tekið marga daga. Við vorum svona kannski að vonast til þess að spara þetta og fækka umræðinu niður í 2, en eftir ítrekaðar umræður í nefndinni þá var nú ákveðið að það væri kannski dálítil áhættu í því fólgin og við vildum vera varkári í því og höldum okkur þarna við þá 3 umræður en hugsanlega verður þá ein þeirra í raun og veru kannski ósköp stutt og aðalatriði máls verða rædd og síðan afgreidd í 2 umræðum. Og svo síðasta þá var að ræða sem sagt með náðun að við þurfum auðvitað að taka það fram í þessu tilviki. Þetta að tillögur ráðherra, þetta ekki geðþóttavald forsætisráðherra að náða menn. Takk fyrir.